Atli Rafn Hreinsson, nýr liðsmaður Þórs. Velkomin til félagsins. Hvað kom til? Herru, það háskólinn. Það bara, maður að fara að mennta sig. Þína rætur eru hjá Snæfelli og hvað meira? Já, jú, hjá Snæfelli. Ég búinn að vera víðsvegar Ísland, sko. Maður ætla ekki að byrja á Selfossi og Flúðum og þar í körfunni, svona, þú veist, að einhverju viti. En jú, á Snæfelli. Atli, nú ert þú bara að detta inn í liðið núna og 4 leiki búnir. Hvernig líst þér á þetta? Herru, ég ekki búinn að sjá eins marga leiki og ég vildi, sko, en ég búinn að sjá ábyggilega 2 leiki. Þetta svona, ég meina, það nóg að gera allavega, nóg að vinna á. Þú ert ekkert sassið þá, þú heldur að þú getur styrkt hópinn alveg klárlega? Já, ég vona að ég geti komið inn og mætt á einhverja æfingar og spila einhverja leiki og vonandi gengur það vel. Svona, já, hvað ert að læra í háskólanum bara svona fyrir þá sem að hafa kannski áhuga að vita það? Herru, ég í fjölmiðlafræðin í háskólanum hérna á Akureyri. Þannig að það bara spennandi, maður að gera einhvað. Sjáu þið kannski hópa í næsta leik? Já, það aldrei að vita, sko. Það undir þjálfarinn komið bara, þú ert klár? Já, ég klár þegar ég get mætt á æfingar, þá mæti ég á æfingar og sjáum bara hvað gerist. Allir bara velkomin aftur og til hamingju. Takk fyrir. Bjarni Konráðsson, það ekki ár síðan og lagði skóna hilluna, búinn að sækja upp í hillu aftur og komst verulega flottur inn í síðasta leik þar til og að slegið niður. Hvernig ástandið á kallinum í dag? Ástandið bara fínt, sko. Þetta var nú ekkert jafn vondu þetta lit út til að vera, sko. Þetta var eitthvað smólbóðskot en þetta bara glóður og búið, sko. Já, þetta nú svona aðeins að koma tilbaka. Þetta að vera myndalegt, sko. Bjarni, ert ekki bara í góðu formi, en hvað kom til að þú ákvæmst að ná í skóna aftur og koma til strákvæla? Sko, þetta nú búið að vera svona undirliggjandi haustum á manni og svo eru menn eins og Guðmi Odds og Helgi Hrafn duglegir voru duglegir að tala hann meðan það var í gangi, sko. En það voru að segja það að þeir tveir hafi náða að kveikja aftur í lönguninni hjá manni, sko. Að vera með aftur, sko. Bjarni, þú átti rosalega flotta leik og 3. fjórðungurinn í síðasta leik var náttúrulega sérlega glæsilegur, 3 þristar og bara læt í þér. Já, ég meina það alltaf gaman það að skotin detta en það vantar helling uppi hjá manni, sko. Það engin leikþjálfun í gangi og lélegt form, maður töluvert of mikið kúlulaga heldur maður á að vera, sko. Þannig að það eitthvað sem kemur bara, en það alltaf gaman það að skotin detta. Það líst þér ekki annars vel á hópinn bara eins og þér, þetta nú erum við að bæta við leikmönnum, heldur þetta að fara ekki að detta við okkur? Jú, ég efast ekki það, sko, hópurinn náttúrulega að púsast saman, sko, og svo náttúrulega eru menn að bæta sint inn í þetta og svo framvegis, en ég nokkuð viss það að þetta er klárlega allt á uppleið núna allavega, þetta verður ekkert 0-4 ekki eitthvað sem við Þórsarar viljum vera á þess tímabili. Bæti, ert ekki til næsta leik, næstu helgi, þá eru glóður að það er svona að jafna sig og allt komið í gang aftur? Jú, við verum allir klárið, sko, það er engin spurning, sko. Hlökkum bara til og saman hvort útlendingarnir séu komnir eða ekki, þá tökum við það Þórshjartanu klárlega bara á föstudaginn. Við erum að kveikja á því aftur hjá mönnum einmitt, sko, við vorum að tala um daginn að það er að kveikja á Þórshjartanu hjá mönnum aftur. Það vantar bara þetta. Bæti, takk fyrir og gangið vel. Magna, takk.